Sæl og blessuð og verið velkomin hér. Það önnur útsending frá vináttu landsleikjum hér undir International Esports Federation. Þetta partur af undirbúningi landsliða fyrir heimsmeistaramótið sem fer fram síðar 2025. Ólafur Hrafn Steinarsson heiti ég og með mér í dag Leo Soku. Hvað segirðu? Ég hef aldrei verið betri. Aldrei verið betri? Nei, ég peppaði fyrir þessu leik. Já. Ég reyndar pínu sára við fengum ekki að klára Kosovo-leikinn. Já. Ég er náttúrulega ættað frá Kosovo, þannig að við fáum Holland í staðinn. Ertu ættað frá Kosovo? Já, þannig að þetta hefði verið win-win fyrir mig. Ísland vinnur, Kosovo vinnur. Já. Þannig að Ég ég hefði bara verið sattur. Ég var spenntur fyrir Kosovo-leiknum. Ég er nefnilega líka. Mér fannst það einhvern veginn á blaði make a sense, sko. Já, en hvað fór úrskeiðis þar? Já, bara kom upp eitthvað vesen held ég hinum megin, Kosovo megin. Voru bara forfeit eða hvað nei? Já, í rauninni bara, þú veist, þeir gátu ekki látið þennan tíma að virka og ég held að viljinn okkar megin hafi verið að klára þessa 3 vináttulandsleiki sem er í rauninni skilyrði fyrir þáttöku í mótinu. Já, ok. Sem fyrst, í staðinn fyrir að reyna að draga það eitthvað, þú veist, oflangt út og það er einhver ákveðin tímafrestur. Þannig að þá var farið í það að finna nýjan mótherja. Já. Og upp úr hattinum kom Holland sem við mætum hér í kvöld. Það er snilt. Vitum við eitthvað Holland? Þeir eitthvað skart einhver öflugu lið, einhver leikmenn sem við þekkjum? Sko, nei, ekki þannig séð. Við getum fengið liðsgrafíkina fyrir Holland upp á skjáin hjá okkur og tekið, bara litið á hvernig liðið lítur út. En heilt yfir að þá má samt alveg búast við sterku liði frá Hollandi. Holland er lið sem er með mikið af Counter-Strike spilurum, er með mikið af talenti, ungu talenti. Og þarna sjáum við það Resist. Þetta er víst eitthvað nafn sem að ég rakst hérna fyrir tilhjónin á Dóa á Byte og hann spurði, er Resist að spila? Já, ok, hann er svona, ertu grína, Resist með það? Já. Ok, kannski allavega eitt nafn á hana sem að við. Og svo vorum við að tala um það hérna inni í framleiðsluherbergi að nokkrir af þessum leikmönnum eru í top 1000 á Faceit. Ok. Og þannig að hann má alveg búast við því að við séum með mjög sterkt lið og þetta er hérna Resist, Cherion, Relax, Wumbo og Jumsva sem að skipa hollenska liðið. Við fáum íslenska liðið upp líka, þá getum við séð að það hafa orðið smávægilegar breytingar hér frá því í leiknum á móti Írlandi sem fór ekki nógu vel, út fer Edersen og inn kemur Pandas. Þannig að þá erum við að horfa á Pandas, Rafle, Blikk, Vargur, Vírus. Hvernig leggst þetta line-up í þig og hvað finnst þér skiptinguna Edersen út og Pandas inn? Kannski mögulega jákvæð skipting. Við náttúrulega Pandas og Rafle spila rosalega mikið saman. Þannig þeir kannski eru með eitthvað svona dýnamík sem að mun nýtast þeim í þessu leik. Var Blikk ekki líka einhverju tímapunkti? Hefur eitthvað verið held í með þeim ef ég man rétt? Og síðan ertu bara með Vargin sem er bara svolítið svona wildcard. Ég held að þú getur hent honum basically hvaða line-up sem er og hann mun vera bara solid. Þetta er bara þannig mikið reynsla að hann getur bara fundið út það sem hann þarf að gera. Þú ert bara svolítið með hann þarna og hann bara gerir sitt. Og síðan alltaf bara Maggi Vírus, bara eitt besti vappinn á landinu og vonandi hægt að nýta hann allavega betur í þessum leik heldur en í seinasta leik. Já, og talaður það að hún var verið spilað inni í Núk á móti Írlandi og það hef ekki passað honum. Nei, þú ert náttúrulega, Maggi er fýtt ræfler, það er ekki það að hann sé eitthvað lélegur ræfler, en það er líka bara að hann hefur aldrei eiginlega spilað inn í pósuna yfir höfuð og ef þú vilt fá Magga á besta performanceinu, þá setur hann bara vappan. Bara fyrir mér meika það sens, ef þú ætlar að vera með Magga í line-upinu, nýttu hann til hins fyllsta og láta ræflerinn að taka meira the dirty positions, þess að maður segir. Já, ég tengi alveg mjög hart við þetta sem útispilari sjálfur og sem vappi. Ég er stundum beðin að spila vippa eða rampin eða inni eða eitthvað. Já. Ég gæti allt eins bara exita leikin. Já, það er bara klippt á vængina. Það er bara klippt á vængina strax og þú ert bara einhvern veginn að reyna að eitthvað Man er með nein timings, skilur við, þú veist, ég veit ekkert hvaða línu maður á að taka, þú veist, hvernig maður á að spila milli ránda og halda hlutunum ferskum. Man endar alltaf í einhver svona einhæfu playi, þú veist, að halda rampinum alltaf á sama anglinu og svo maður bara straujaði niður 3 og allt í einu eru 3 ránd farin og þú veist, það er ekki nógu gott. Það er erfitt þetta að færa sig úti yfir á inni og við erum að fara að spila í Núk aftur. Það er aftur Núk. Já. Þetta er líka bara, þú veist, þetta er simulation, fattar við. Þú ert að spila hana leik og gæðir sem hafa spilað þetta í 20 ár hafa lent í simulationinu bara oftar. Fleiri ránd, fleiri útfærslur af hvernig rándi getur spilast út getur gerst. Leið þú tekur leikmann og setur hann í einhverja stöðu sem hann kannski ekki endilega vanur, þá er hann ekki með þessa reynslu að hvað getur verið að koma, hvað júlfell getur verið að poppa hvernig að verjast því og það er rétta verð við aðstæðunum sem er að fara að koma, sko. Þú veist, mér finnst það lýsa sér alltaf mest í því að þegar þú ert að spila stöðu sem þér finnst óþægilega, þú hefur ekki spilað mikið áður,
og þá bara gerist það oftar heldur en í stöðu sem líður vel í Algjörlega. að þú ætlar að gera eitthvað og það bara gaur þarna eða þú ætlar að gera eitthvað og þú ert allt í einu stauraður eða þú heldur að það sé clear og þá koma allt í einu þrír á þig bara þetta kemur þér eitthvað óvart Sen þetta confidence líka, því við erum að sé þessi confidence leikur og ef þú ert að spila pórsið sem þú ert ekki vanur þá automatically búið aðeins að slá á confidence eitt pínu ef þú ert að spila stöðuna þar sem þú ert heima, þetta bara your house, það verið að koma heim til þín þá ert þú bara hér, þú ert á toppnum, þú ert með confidence hátt, þú ert að bara hitta skotunniðinum en leið þú er aðeins fært út fyrir comfort zone það bara allir gangur hvort það sé bara gangu upp eða ekki Já, og líka þessar breytingar maður með það í veskinu úti ég spilaði í íþrótta í fyrsta rándinu ég ætla að spila kreditkort núna er ég að spila Kenny S, núna er ég að spila CT nú ætla ég að pússa upp á rauð nú ætla ég að spila Afríku, allt þetta ég bara veit ekkert hvað ég get gert meira heldur en að vera upp á hött þetta bara svona bara go to posan og virkar oft Óli, getur þú tekið inni núna? Bara, já, ég get tekið upp á hött það er eina sem ég gert og svo að þú ætlar að gera það heilan leik þá ertu bara að lesa og tala nú ekki á þessu leveli þannig að ég talaði svolítið það og ég ætla að halda áfram að tala það. Mér fannst gildran sem að Írland var að setja upp úti. Smá gildran, þar sem að við kíktum í bilið 3 ránd í röð þarna, látum pikka okkur 3 í röð. Mér finnst það bara ekki boðlegt og við munum ekki vinna hér á móti Hollandi ef við gerum slík mistök aftur. Nei, ég meina þú átti í rauninu bara að lenda í gildur einu sinni. Eftir það áttu að vera búin að læra hvað er að gerast og líka koma það. Man veit ekki hvort þetta var alltaf sami leikmaðurinn að lenda í sömu gildurinn, hvort það var alltaf nýr já, þannig að á einhverju tímapunkti hefur enginn verið líklega bara kóla gildruna. Það er gildra í smóknum þannig að næsti leikmaður hefur bara séð sama gappið og ég ætla að taka þessa línu skilur og náttúrulega þetta er að bíða eftir honum. Sko ég er peppaður að við sem að fá núk hérna aftur af því að mér finnst alltaf gaman, sérstaklega þegar maður sjá svona nýjan roster. Þú veist, lið sem er ekki búið að spila mikið saman og allt það að bara þetta er það sem ég vil fá frá þeim. Ég myndi vilja að þeir myndi bara prakka eitt mapp og myndi helst bara spila sér saman á einu mappi og við getum fengið að sjá einhvers konar framför. Og það er það sem ég er að horfa svolítið eftir hér í kvöld er bara hvar koma framfærirnar miðað við Írland. Það var verið að brjóta okkur rosalega mikið úti á móti Írlandi. Við vorum svolítið búljaðir þar. Írarnir voru líka svolítið mikið að taka midround kall, keyra upp vendið eða skipta. Við erum að fara B, nei, sæk, við fórum A eða við ætlum að fara A, sæk, við fórum B og það ruglaði íslenska liðið þarna nokkur sinnum. Þetta eru hluti sem við verðum að geta svolítið þétt á farandi inn í þennan leik á móti Hollandi. Þú verður að líka, núgir þannig mappa það eru marga liði til að spila og þú verður rosalega mikið að adjusta eftir hvað þú ert að mæta. Ef þú ert að spila úti mikið á móti frábærum eimurum og ert að tapa battles úti, þá verður að spila þetta aftar og í gegnum rotationin. Þú veist, í gegnum fara hraðar í secreti, halda því og halda bara aftar og þá bara gefa þeim þetta landsvæði úti og náðum bönkara annars staðar að þú getur ekki haldið áfram bara að negla á vegginn og alltaf tapa og vera bara ok, núna næsta ránd þá tekja og það er eitthvað sem er að valda því að þeir eru að tapa fleiri rándum úti heldur en þeir eru að vinna og ef það er statistíkin þá getur ekki verið alltaf að þú veist, ef þú ert að vinna 50-50 ok, en ef þú ert að tapa 70-30 úti eða 80-20 þá verður að reakta, breyta til, fara í eitthvað annað variation á holdinu og gera það þannig. Þú veist, ég vil alltaf sjá þá meira adaptive við það sem þeir eru að mæta í leiknum. Býstu við að við sjáum einhverjar breytingar? Þú veist, býstu við til dæmis að Maggi Vírus verði úti í Ég er að vona það, en það er bara spurning, Maggi Vírus er almennt frekar good guy, röddinn hans er oft ekki nógu ákveðin, þannig að núna er þetta bara hversu duglegur var hann að segja bara hei, ég á að vera úti og spila mér úti, þess að hvað gerist í senasta leik, núna vill ég sína hvað í mér býr og ég ætla að loka á þetta, en núna er bara spurning, voru hinn gæti bara með stærri rödd, bara nei, við erum manir að vera 2 úti og við ætlum þá að gera það þannig, það geti alveg gerst líka og við getum séð bara eiginlega sama variation og var í fyrirleiknum. Nema þá með annan leikmann, í staðan fyrir Edison þá varstu með náttúrulega Pandas núna. Já, þú veist hvernig Pandas er, hann er líka alveg stór persónuleiki og það getur alveg verið erfitt kannski fyrir Magga endilega kæfa hann, sko. Sko, ég er að spá ok, við erum að fá það í eira hjá okkur núna, leikurinn er farin live, það er smá tech-vesinn með streymið, við erum að leysa úr því akkurat núna, gætum komið inn í þetta þegar 1-2 lota er búin en við höldum áfram bara að spjalla þangað til, vonandi komumst við inn í leik sem fyrst, en það sem mér finnst þér áhugavert þarna líka er, skilur, ég man að Edison var að spila viðbyggingu, ég man ekki hver það var sem var úti, hvort það hafi verið sko Raflega sem að spilaði dedicated úti eða ekki,
mér finnst það alveg líklegt að því að hann vappi sjálfur líka. Ég talaði við Magga eftir leikinn og Já. hann talaði akkurat að það voru þessi 2 liðsfélagar sem vildu endalega spila út eftir þeir gerðu það vanlega. Já, Hvort að það hafi þá verið akkurat Eddi og Rafle Já, úr Dusty þá væntanlega. líklegast eitthvað svoleiðis þeir hafa verið með eitthvað svona ákveð take sem að þeir gera skilur þú veist, eitthvað svona þing en þú getur náttúrulega ekki alveg festi nákvæmlega á því þú ert ekkert með sama line-up þú ert ekki með sömu leikmenn þú Nei. verður að spila út af styrkleikan á leikmennum niðurum Ég held að við vitum alltaf að rampurinn mun vera vargurinn, sko, þú veist, það bara, þú mynd þurfa algjörlega þú þarf þurfa hérna kúpin til þess að losa hann á rampinum, sko. basically, hann líklegast bara að fara að vera einn þar og spilar á öllu líkindum bara one pick og 1 drop, skilur Já. með svona eins og flestir með reynslu gera þú veist, mollar, smókar fyrstu gæti bara hlaup út að reyna að ná einu pikki fara niður og bara tefja, sko og lefa rotationin að koma niður og mig grunnar að hann sé bara að fara að halda áfram að gera eitthvað í líkindu við það þannig að Ég nefnilega, sko, ég sé alveg fyrir mér, það gæti verið íslenska liðin til framdráttar að spila Rafle Pandas dúunu inni af því að þeir spila svo mikið saman og þeir eru svona 2 leikmenn í þessu liði sem ég held að geti svolítið spilað bara án þess að tala og þeir bara svona skilja hvern annan, hvernig þeir spila. Það myndi þá leyfa okkur að vera með Magga Vírus úti í sinni bestu stöðu. Vargin á rampinum og svo þá hægt að spila 15 manninum í rotationi. Algjörlega, það alltaf það sem ég vil sjá í þessa leik en aftur á móti veit ég ekki þú veist, hvort það sé einhver dedicated coach endilega sem svona að leiðbeina liðinu eða hvort það sé bara leikmennirnir sjálfur Tommy Íslandi er þjálfari þannig Já. Pat er þjálfari hvenna megin, sko Já. Þannig að ég veit að Tommy að horfa akkurat núna, býður sérlega spenntur eftir því að fylgjast með sínum mönnum og við rættum hér í gær alveg í landsleikinn mikið og það voru hluti sem hann sá sem að gátu farið betur þar þannig að kemur mér kannski ekki á óvart að við sem að fara aftur inn í núk en Þetta líka alltaf að fara að vera á því, þú veist, eru þeir að fara bara í setja eða terr, þú veist þetta svolítið snowballing map þú veist, þegar þú byrjar í setja og byrjar vel í setja það setur rosalega mikið oft bara svona svip á leikinn hvernig hann að fara og það getur oft verið mjög erfitt að brjóta þá hlekki þegar þú ert komin 5-0 undir eða 4-0 undir í tersi að ná að finna akkurat þessar opnanir getur verið mjög erfitt þetta alveg extremely demoralizing map oft þú veist, og það ekkert mörg möpp þannig eins og Mirage og Dust 2 er rosalega opin möpp þannig að þú ert alltaf með ykkur options til að forsa rotating og hann rotatinu núk oft bara, þú veist, þau eru að fara að bíða og gæðinu bara vent niður komin, eða fattar þið, þetta er miklu flóknara map heldur en mörg önnur, sko. Köttar ekki rotatið í núk mjög auðveldlega. Nei, það er erfitt að forsa rotating og síðan veistu heldur ekkert hvað variation af holdið þú ert að mæta, ert að mæta heavy útiliði, ert að mæta gæðin sem spila 3 á gólfi eða 2 á rampinum og er alltaf ykkur að droppa í sík, þetta er svona, þú þarft að finna þetta hratt, þú þarft að finna lausnina leið. Hvernig eru það að spila og listu vandamálið bara leið og því lengur sem þú ert að því fleiri rándum ertu bara að fara að tapa. Svo. Það væri alveg áhugavert ef við getum fengið að staðfest frá framleiðsluteyminu hvort að við byrjum T eða CT þó að við sem ekki komin inn í leikinn bara fá að vita það. Já. Af því að það akkurat bara hefur í för með sér ákveðna hluti það hvernig leikurinn getur spilast. Algjörlega. Við byrjum CT í gær, eigum erfitt uppdráttar á CT-hliðinni, förum svo sem ekkert eitthvað rosalega skelfilega úr henni, jú, 9-3 skilur ekkert frábært, en peistólotti leikur, en svo bara höldum við áfram að eiga erfitt uppdráttar á T-hliðinni, fáum 2 lótur T-hliðinni og leikurinn bara klárast, það rennur svolítið frá okkur. 9-3 er alveg mjög brött brekka í núk, í CT að vera með 3 rounds, þetta er örglega held ég bara mest ég myndi nú segja allavega 7-5 setið map almennt Já, ég held að þú sért sko, þú ert sáttur ef þú tekur 4 Já, lotur þetta er ekki held ég fyrir en þú ert komin bara alveg í tier 1 þar sem þú byrjar að sjá liðið alveg virkilega blómstra í terr en ef þú ert að horfa á, þú veist, tier 3 og lower levels þá er þetta almennt meira setja map alveg devastatingly því það getur bara verið mjög flókið að tekja því. Já, hefur verið það lengi. Mér finnst áhugavert samt sko áhugavert hvaða núk sem sagt spilast ennþá svipað og í Go. Þetta er í rauninni og nánast eiginlega bara eins og í Source líka sko. Já. Breytingarnar eru ekkert eitthvað drastískar, þetta er bara, þú veist, núna máttu ekki labba lengra á vendinu. Þetta er allt svona míniskjúl breytingar þannig sé, en
jákvæðar að vissu leiti, þú veist, ef mappið vel hannað þá þarf rosalega lítið að eiga við það eins og með Dust 2 til dæmis. Þetta allt bara eitthvað svona eitt kassi eða eitthvað. En þú veist, ef þú talaður það fyrir leik, Dust 2 meira aim-based map, Klálega. þú veist, og þar að leiðandi verður fyrir meiri breytingum af bara Pika's Advantage og þessum aggressívu rifflum sem koma í CS2, nörfinu á vappanum. Á meðan að mér finnst breytingarnar ekki hafa komið eins mikið í gegn í Nuke því að það taktískara map og það snýst kannski meira bara hvaða stöður, game sense, hvernig þú bregst við, hvernig þú lest anstæðinginn. En við vonum svo sannarlega við sem að fara að komast inn í leik hérna bráðum. Við vorum að reyna tíma sitt þetta fullkomlega hvernig við fórum í beina útsendingu svo þurftum ekki að tefja. Það gerist alltaf eitthvað svona inn á milli. Það svona einstaka sinnum, það svona einhver óhöpp sem að maður getur ekki gert ráð fyrir. En ef við förum aftur líka bara eins og með möppin, þá hægt að skipta flestum möppin bara í 2 hluta. Þú ert með aim heavy, reaction heavy möpp sem að þurfa minimalískar taktíkari en meira bara svona mid-round calls og lesa rotationin eins og Dust 2 meira til dæmis. Síðan ertu með miklu meira heavy game sense möpp eins og Nuke, Overpass til dæmis, þar sem það minna það sem þú þarft actually að vinna með aiminu en meira upp á hreyfingarnar, þú veist, að lesa leikinn betur, skilur þess, mikilvægara. Já. Herðu, við erum komin inn í leik, þannig að við skulum bara henda okkur af stað hér, komum inn í, ég ætlum að segja, dapurlega stigatöflu. Þetta er déjà vu. Þetta er smá déjà vu. Nema í þetta skipti þá íslenska liðið að byrja, setja megin. Þannig að við erum hérna 5-1 undir á móti Hollandi og við lítum snögglega hérna á skorbortið og þá það Júsva á vappanum sem að leiða hollandska liðið og hann finnur opnun hér í lotu númer 7. Þegar Maggi Vírus aftur að spila inn. Maggi Vírus aftur að spila inn í varkurinn hér á rampunum. Hann að fara að fá mikið af fólki til sín, relax, fljótur að afgreiða varkinn. Já, erfið staða, hún langaði í pikkið áður en að færi niður. Þetta þurfti að finna allavega 2 ef við ætlum að eiga góðan séns á þessu. Fantas, hann fellur líka. Wumbo Summit one-cheer sig þarna niðri en það verða bara blikk einn eftir hér að spara vappa. Já, held ég bara góð hugmynd svona miðað við aðstæður. En þú veist, ég með grunnar mögulega að þetta sé smá déjà vu vibes allavega miðað við hvernig seinasti leikur fór og líka hvernig þeir eru að spila. Þeir hafa öllu líkindum bara fært Pandas í sömu stöðu og hann var Eddi. Já. Og látið Magga aftur vera inni. Þetta alveg oft erfitt. Þú ert að smala saman 5-manna line-upi af leikmönnum allir með eitthvað svona hugmynd hvað ég vappi núna. Nei, fattar ég. Málið að ég held að Raflið sé almennt bara betri til dæmis ræfler en Maggi Já. Það þarf til að bara spila út á það og lifa bara sem píkar best á vappanum að vera á vappanum. Sjáum peninginn Íslandsmegin. Það nóg í bankanum til þess að kaupa. Blik sparar hann að vappa líka sem eru góða fréttir. Allir svona nokkurn veginn svipaðir á scoreboardinu samt. Þetta bara svona 2-4 hjá íslenska liðinu. Þannig að þú ert að sjá svona aðeins stærri performance hjá Hollandi. Já, þetta virðist vera Júmsva sem svolítið að draga lestina þarna 100 ATR 9-4 eftir 7 lótur. Og þá eftir honum Resist, stórnafnið sem Dói þekkti. Já, akkurat. En peningurinn, Hollandsmegin, aðalega búinn að safna saman hana á Cherion sem bara búinn að falla 2 sinnum. Resist líka búinn að falla 2 sinnum, ekki með eins mikið í bankanum, þannig að ennþá möguleiki Íslandsmegin að brjóta bankan hjá Hollandi í þessum hálfleik, en þeir þurfa þá að fara að taka til og loka þessari vörn. Þetta náttúrulega, mig grunar að segja tactical í gangi, eða technical. Já, eða bara hvort heldur sem Jú, mér sýnir taktikal, það. Þeir hafa verið að taka taktikal þarna Íslandi á öllum líkindum eða við scoreboardi. Ekkert oft kannski sem maður hendir í taktikal þegar þú ert 6-1 yfir, Nei, ekki nema til að láta fólk sitja í tapinu. Já, láta það malla í tapinu. Já. En það hérna hratt upp á Silo frá Júmsva, ætlar að reyna að finna línu með vappanum, en það Raflið sem opnar reikningin. Hann bara opnar það með 2, búinn að finna bæði Resist og Wumbo. Veit ekki hann bara rauða, eins og hættilega lína hérna ef hann ekki búinn að klíra hann. Þegar núna sér hann mögulega að lappa bara vinstra með hann og taka hann út, Raflið býst ekki við leikmannunum á rauða og þegar hann virkjast þá geti það verið hættulegt.
En mér sýnist hann akkurat vera hræddur að píka frá rauða, hann heldur kannski vappalínur á honum en þú sér hann labba held ég núna bara akkurat. Þetta er það sem maður var hræddur Markur sér Relax þarna á rampinum. Relax hefur samt betur í bardaganum og núna þarf Blikk að virkjast hér. Júmsva, hann að fara að labba inn main. Blikk sér hann ekki góð tímasetning. Júmsva fellur samt. Pandas nær honum niður. 2 á 2 hér fyrir rítekið. Erfitt rítek líka báð þurfa að droppa hérna niður 1-10 en samt low hann Relax þannig að þetta er alveg doable. Bara spurning hversu langa tíma þeir taka í að koma sér út. Já, það þarf að klíra. Þeir ákveða að fara hérna double og upp í glugga. Báði leikmenn í dark. Vel gert hjá þeim held ég. Þeir eru eftir að klíra fyrst og búast þeir líka ekki við seinni. En er báðir komnir á línuna. Hann veit náttúrulega ekki á nummer 2 held ég eins og ég gerir ráð fyrir. Þetta vita Nikkið. En hann veit á honum. Já, Kalliður komið þegar hann fellir fyrsta leikmanninn. Já, þá hafi ekki verið sá sem draf hann. Nei, akkurat. En þetta tók langan tíma. Holland vinnur þetta þrátt fyrir tvöfalda opnun frá Rafleið þarna. Þetta er líka, þú veist, eins og með Rafleið, þú komið 2 pick, þú ert samt að halda rosalega opnu angul. Eftir 2 pickin og viltu bara fara á mest tight angulin sem þú getur og halda bara infóinni, þannig. Hann var ekkert alveg 100% með infó að annar gæti að hafa krossa, skilur. Þú tekur skotið, þá þarf að reloada og fara út úr línunni og taka hann aftur á þessu tímapunkti á hann að vita að einhver hefði því rétt ekki geta krossa, sko. Já, vel spilað hjá Hollandi hvernig þeir gera þetta. Þeir senda Júmsva þarna niður. Blikk þykir hann að jaka sig upp úr sig gegnum smókin í átt að Afriku. Rafleið ekki nú að hafa heyrt þetta. Leikmaður hleypur í gegnum smókin. Og áfram það bara verið að svolítið sópa íslenska liðinu hérna út. Já, það náði 5 allavega. Já, Pandas Rafleið með sitt gott. Já. Flott þarna hjá Rafleið. En sem ég ætla að segja, já, Holland spilaði þetta svo vel að því að þeir senda Júmsva þarna niður en svo píkaði rauðagáminn áður en hann píkar í línuna af því að þeir vita að þeir geta klírað þessa línu frá rauða. Akkurat. Þannig að vel spilað í Hollandi en hérna ætti að vera önnur lota fyrir Ísland. Kemur hérna Júmsva með vappan, hvort að ná að nósuma hérna? Nei, ekki bara með það. Fljótur að bjarga vappanum hérna. Fekk hann ekki örugglega byssu? Jú, hann endaði með byssu. Var vissulega bara á uspunni hana undir lokin. En alltaf greinilega fundi einhver svör hérna úti, Rafleið og Pandas, náðu að loka þessu. Sér þessi kaup. Já, þetta er líklegast bara gólfrössja rappurinn, sko. Já, þetta er eitthvað disrespect kaup. Það eru 4 P90 hér á hollenska liðinu. Er það hvað? Þetta er vippadroppið líklegast. Þeir hoppa þetta upp á og reyna að droppa 4 vippafinn. Já, ég sé þetta á þér. En gæðin eru samt eitthvað rosalega mikið að ströggla með að komast upp á stælóin. Pandas hlýtur að vera að heyra þetta allt saman. Blikk finnur fyrsta sem er komin hann upp á þar og reyna að hoppa niður. Kalla núna þessi fleiri á leiðinni. Sherjón, hann er fastur í einskismannslandi. Resist finnur loksins vírus en það er Blikk enda á til varnar ásamt Pandas. Pandas með Relax þarna og þá er það bara Resist eftir. Ísland 3. Holland 7. Ég ætla nú að segja að þetta hefði kannski heppast hjá þeim ef þeir ekki verið í 20 mínútur að koma sér upp á stælóin. Ég horf á sama gæðin klúður og hoppur fyrir Ísland, sko. Já, litla trúðarlestin, sko. Já, en... Þeir voru held ég ekki allir komnir upp á Silo þegar fyrsti maðurinn hoppar á main af því að hann bara kláraði þolinmæðina. Þetta er alveg hrikalegt, sko. En ég meina núna smá ljós hérna fyrir íslenska liðið. Þeir eru á low buy, mögulega að sitja 7-4 hérna fyrir Ísland. Greina gerir mikið skaða ástand mollanum, eru allir búin að taka einhvern skaða, þessum spreyði gegn smókin, Blikk búin að finna fyrsta, þeir eiga ekkert líf sem Greina tæp á að fella Tjarjón. Maggi tilbúin að taka móti, þeir eru að brott gegn Maggi veit. Það er ekki öðrum hins vegar, en Blikk hins vegar græði það. Og það var Rafleið síðastur á vappanum, finnur í styrst og 7-4, þetta er farið að líta betur út. Já, núna mikilvægt ráns hérna. Það er alveg munur á að vera 8-4 og 7-5. Já. 7-5 er alveg vel geralegt. Það er alveg bara að tekur pistol, konvertar, það er jafnt. Ef þú ert komin með þetta í 7-7 þá ertu svona svolítið meðalveg bara ok, við erum alveg inni í þessum leik. Já, andlega líka. Algjörlega, þetta er rosalega mikið það akkurat. Það verður bara með confidence og finna bara, jú, við erum með þetta. Hvað kemur út úr hollenska liðinu þá í þetta skipti? Þeir eru allavega margir hérna inn í lobby, Rafleið leitar að einhverju línu á rampinum og þá ætla þeir að keyra á hann. Þeir eru komnir 3 framalega á rampinum en Rafleið nær að hörfa á
réttum tíma, tekur síðan út á Wombo og Relax. Gott repick hjá raflega þarna, gæinn hefur ekki bara búið því að myndi svinga þarna með tech 9 af öllum opnum fyrir City til að hafa. Nei. En það bara sýnir hvað í honum býr. Relax, hann einn eftir á móti 4 Íslendingum. Rosa skrítið að sjá hvernig seinustu 3 round fóru versus hvernig hinn hafa farið. Þetta voru bara mjög sannfærandi seinustu 3 roundin. Nei, bara 4 roundin meira þess að. Bara allan daginn. Og bara núna sé ég ekkert smá eftir að hafa mistað fyrstu roundunum. Já, ég hefði viljað sjá hvað fór úrskeiðis. Mér skilst að það hafi verið eitthvað smókgildra, nei. Smókgildra sem að töpu 5 sinnum hana. Þeir horfðu á voddi og bara gerum bara þessa gildru líka. Íslendingar hata hana. Þeir fiskar sem róa, það er bara þannig. Já, en Blikkur Raflið komnir hérna báðir í 11 að leiða hérna leikinn bara, toppfrakandi. Já, það er mjög jákvætt þegar þessi leikmenn fara í gang og já, ég meina 108 ADR er alveg, hann skilar allavega einum fyrir round. Ég þú sér það, Júmsva, hann var 100 ADR þegar við vorum síðast hér á þessum skjá. Algjörlega. Hann endaði hálfleikinn í 58, það var algjörlega slökkt í honum. Hann var held ég líka með 9 kill þá. Hann draf ekki mann í senustu 5 roundin, 4 roundin segir. Nei, hann var að reyna að finna einhverja vappalínur og var bara jarðaður leiðan kom í píkið, bara skotinni hitta Íslands megin. Já, algjörlega. Jafnvel einhverja gildrur okkar megin headskiti. Já, spurning hvort þeir noti sömu og noti gegn þeim. Ég væri til í að sjá eitthvað þannig. En tóku hérna Tactical Ísland greinilega með eitthvað plan sem að þeir vilja ræða. Þessi vargurinn. Mikilvægt ránd hérna. Vargurinn að kalla varginn. Nei, þeir eru á leiðinni inn, ekki út, þannig að ekki er þetta vargurinn. Nei. Sýnst að þetta var strangheðalegt golfrush, eða ekki? Mér sýnist að það er allavega margir leikmenn hér komnir út en Júmsva og Resist, þeir finna bara hausa. Þetta var lokað. Já, líka bara ekkert jútil fylgdi þessu. Ekki neitt, ég sá ekki eitt glass fara út. Þetta var bara dry rush. Mér fannst ég valla að heyra klokkuskot. Nei, þetta var, þú veist, Íslendingar eru rosalega hrifnir af þessu, þú veist, inni rushu, sko. Ég persónulega minna, þú veist, ekki, ef þú ætlar að gera það seinna í rándinu. Ég þúlega ekki, sko. Af því, þú veist, allir sem spila inni eru alltaf með bara fókus í 190% í fyrstu sekundum á rándinu. Þeir vita að þetta er að koma, sko. Fake molla rappin þarna og það er P90 rush, þetta er lobby crunch en Íslendingarnir eigi að vera vanir þessu. Ekki oft sem að maður sé lobby crunch frá hérna lóbæinu. Nei, hérna Já, það er power move, Leo, það er power move. Ekki til að brjóta móral, sko. Það er bara þannig, og þú veist, mér er sama hverju þú ert. Þegar þú spilað meir en 10 leiki á núk með Íslendingum, tala um í Íslendinga leikjum, þá bara heldur lobby í randi 2, þú veist. Já, það er bara regla. Ég er alveg svona player advantage type of individual, sko, en vissulega virka þetta bara frábærlega fyrir það. Enda, þú ert með element of surprise þarna. Þú sér ekki þetta endela við því og fá síðan. Nei, og núna er harðir á mótið þeim úti hérna líka, Wombo bara no-scope með flikk eitthvað, komir í gegnum smókin, en Cherryon, hann er að hanga í smókinu líka. Júmsva er upp á bílskúr. Sjá líka hvað þeir spila margir úti. Þetta er bara slátrun. Já, þetta voru 3 eða 4 að taka mót þessu. Spottaði Varginn ekki þarna, eða þarna. Vargurinn ætlaði trigger discipline, en Jæja, næra þriða. Tæpur. Lengi lifir í gömnum glæðum 2K þarna hjá Vargsa. Þetta var ágætis hugmynd hjá honum Varginum. Það var ekkert langt frá því að stundi 1-1, sko. Nei. Og líka, þú veist, ég skil svo sem hvað hann ætlaði að gera. Hann ætlaði líklega að fara í gluggann og reyna að ná einum og taka hinn síðan líka, en bara óheppin að hann hafi field of vision var óstórt kannski hjá honum, hvað var þetta, ekki Resist eða eitthvað? Eitthvað svolítið. Cherryon, nei, jú, Resist er sennilega. Þá er það inniröðs, það er Makka. Ekki málunu, nema einn hérna í... Bara Cherryon, en það er bara Vargurinn sem er komin út og hann er bara kallað, hei, ég á A. En þá kemur pushið á rampinn og það er Relax til varnar, hann er þar með P90. En Resist kemur í rótitið. Vargurinn er einhvern veginn ennþá lifandi inn á A. Já. Og þá kemur rótitið aftur í gegnum lobby, en Wombo, hann feilar no-skopinu. Og Cherryon, hann er á leiðinni upp vendið, það er ekki góður staður til að vera á leiðinni, en Resist, hann er einhverjana úr heaven. Ágætis spennu í hoppaðna til að flýja kúlurnar.
Já, þetta var eitthvað Matrix stöf. Ég bara, þú veist, Vargur búinn að vera inn á A-site frá því að 5 sekúndur voru búnar að þessu lotu. Ja, ennþá á lífi og Ekki búinn að sjá mann. frábærlega að spila frá Íslendingunum. Ná pikkinn á rampinu, snúa við, taka gólfið og sigla þessu rándi. Sýnist bara Holland alltaf að halda þessu, sem kannski bara það besta í stöðunni með að við. Já, sérstaklega þeir ná að komast hér í burtu með 3 byssur. Já. Það er eitthvað ninja, Júlko að reyna. Resist líka, kemur hann á eftir. Nei, hann ekki bara að deyja. Lífur af. Hann reyndi ekki einn svona bregðast við því að það var verið að skjóta sig. Hann var ákveðin í að ná sér ninja. Hey, það bara say what you want. A man on a mission. Það bara, ég með 1 markmið akkurat núna. Sumir myndi reyna að taka upp byssu en hann bara nei. Hvað fáum við út úr íslenska liðinu í þetta skipti? Við erum búin að vera á svolítið háu tempói og aftur blikk svolítið fljótur. Ætti að hafa heyrt þetta droppliði vendið. Þetta var Cheron þarna, en hann aðeins of seinn að bregðast við. Og núna þarf liðsaukin að koma inn gegnum main. Það eru 4 leikmenn Íslands sem eru búin að taka hér A-sætið. Frábært skot frá Rafli í Heaven. Aftur. Já, þarna eru þeir 4 á gólfinu. 2 ætla bara aftur að gera held ég að sama. Hann með smókin ef hann vill reyna að nynda þetta. Nei, Rafli bara býst við honum. Já, hann fær ekki séns svona því þetta skipti. Peningurinn ekkert frábær hérna hjá Hollandi. Nei, ykkur að fara að fá teiserinn. Sjást upp á honum. Sko, þetta gæti alveg verið, bara eins og við erum að sjá Holland spila akkurat núna. Þeir eru að spila með rosalega lítilli virðingu og þeir eru bara svolítið svona, já, við erum búin að vinna þennan leik, við erum betri en þessi gæjar. Og það gæti bara orðið til þess að íslenska liðið hérna tvíjafnist, finni eitthvað skriðþunga og bara loki þessu. Þeir eru líka búinir að lesa að það er bara einn að spila á gólfinu eins og og það er þeir að sigla þar inn bara án vandra. En ég þarf að gera ráð fyrir því að Holland bregðist núna við því og byrja að spila fleiri inni, sko. Að einhverju tímapunkti hljóta er að gera það, það myndi ég halda. Ég meina, en horfðu á þetta kaup. Þú veist, það er 50, 150, 1300, 3 og 8. Ég veit ekki hvað strategi er hérna bak þessu kaup hjá Hollandi eins og er. Nei, líka Blikk að skila þessum killum, þessum opnunum. Hann að ná pikkum, ná 2 þarna og núna allt galopið fyrir íslenska liði hérna til að fara inn á bombsite saman. Mig grunar bara þeir hópi allir saman í eitthvað four-man walk hérna. Já, náttúrulega. Hvaða bombsite reyni að gambla á hérna. Já, Blikk Lár búinn að skipta við Rafli á vappanum, kemur rifflinum í hendunar á leikmanni sem hefur full líf. Og íslenska liði bara fristir, leifir Hollandi að sitja eins í þessu. Já, við vita líka þeir eru að eiga við bara... Og þarna heyri vírus. Eitt að hann er close, sá hann... Teiserinn! Það finnur einn, sem er svo sem þessu virði ef við hugsaum það þannig. Yfirbúður á lögreglunni. Bara þannig. Úff! En Ísland siglir þessu rondi, staðan 10-8 fyrir Hollandi og báttum svör eins og frá Hollandi hvernig þeir ætla að bregðast við þessum kauprándum hjá íslenska liðinu. Ég meina, þú veist, og núna erum við að horfa á það sem ætti að vera fullt kaup hjá Hollandi, en það er ein Digla og ein MP9. Já, ég er líka hrifinn að hvernig íslenska liðið er að taka þetta. Þeir eru ekki að keyra neitt hratt af því þeir brenna sig meira þar. Sýnist það að vera að koma eins og það núna. Vargurinn náttúrulega mætti inn og keyri bara hérna út. Hann er bara komin bak við Sæl og Cheron. Hann er bara... Mistir af honum. Mistir af honum. Og Vargurinn fær killið út af því... Cheron kannski aðeins of... veikur kannski að halda þessari línu. Hann hleypur honum alltaf hringinn, sko, á þess að taka engur. Blikk með Júmsva þarna, það er 3 manna yfirtala. Íslandi vil akkurat núna 4 manna yfirtala. 1 hollenskur leikmaður eftir hér. Stari niður Blikk. Já, 10-9 og peningurinn
búin að vera í vondum álum hjá hollenska liðinu og aftur núna þurfa þær að fara í bara eitthvað 5-7 létt eða MP9 kannski, eða þeir sem eiga efnaði. Ég meina, þú veist, þetta round getur alveg farið allt öðruvísi ef það eru auka 2 rifflar að taka á móti þessu. Algjörlega, það er það og síðan líka bara eins og við erum að sjá, það er ekki eins og þessi round hafa verið eitthvað tæp, sko. Nei. Þetta er bara búið að vera walkover allavega senstu 4 roundin. Og einhvers 4 round eftir hérna. Já, Ísland er í góðum séns hérna. Já, við þessu. Já, Relax reyndi að spila hana off-angul. Blikk aftur að opna. Það Blikk er rosalegur. Já, hann er að skila 2-3 killum á hverju einsta rándi hérna allavega í seinni helmingnum. Það eru 2 menn til varnar hérna, 3 menn til varnar. Wumbo finnur 2 á deglunni. Já, vel gett að Hollandi fá 2 AK hérna fyrir 3 retake. Vargur tekur niður Júmsa, setur þetta í 2-2. Resist, hann er komin út í gegnum smókin hérna, þeir vita ekki af honum. Hvar er plantið eiginlega? Plantið er held ég bara fyrir utan double, það ekki? Það er default plant. Vel gert að Wumbo býst þessa línu. Jú, plantið fyrir utan double, hann er ekki með angle á þetta, þeir að feika. Heppilega fyrir hann er náttúrulega með... Hann verður að fara af. Já, Vargur lokar þessari lotu, ekkert kitt. Frábærlega spilað. Eiginlega bara frá báða leiðum. Holland kannski óheppnir og mögulega hann aðeins of aggro á línunni þegar Vargurinn er inn í single. Getur hleypt honum út og það getur svingað saman, skilur. En hefði getað komið sér upp á sælóið. Já, við erum ekki að kvarta við því. Gefðu okkur bara þetta round, setjum þetta 10-10, við erum sáttir. Það er bara þannig, það er núna 3 lotur í sigurinn hér Ísland megin. Jafnt í stöðunni hér, Holland 10, Ísland 10, flota 21 að fara af stað hér og það er autosnipers á Wumbo. Aftur, þú veist, ég skil ekki skauð. Autoinn væntanlega fyrir crossin gerir ég ráð fyrir það, hvar er hann? Er hann á rampinu með það? Nei, hann er úti. Já, hann er úti, hann er þarna. Hann er að bakka innsamt núna, hann er að fara upp í heaven. Já, þeir eru að slóvolka þarna niður, skilja einn eftir í lobbyinu Varginn. Þeir eru bara að missa á alla niður og autosniperinn fekk engan fight. Nei, ætti hann sjá hann fljóðlega, hvert er heyri í honum hoppa. Já, sá einn. Hann bara bakkar hægt rólega. Feikar það, hann hafi látið sig hverfa þarna. Það er Brimir og Martivírus til sóknar en Júmsva finnur þá báða, þá reynir Rafle. Hann nær honum heldur ekki og Wumbo finnur Varginn og allt í einu er það bara Pandas 1 á 5. Já, Júmsva gerir vel hann, nær 3, Pandas reynir eitthvað að gera vel skada sem hann nær að gera, nær 2. 37 sekundur, 36 sekundur hér. Flott hjá Júmsva alveg klálega með að við hvernig píkin voru tekin á hann. En ég er alveg bara ekki hrifinn að því að þú fær kontakt á fyrsta doppelsvingið. Já. Akkur einn að labba í línuna, reyna að taka fætin, hann deyr og það gerir næstu nákvæmlega sama. Júmsva er basically að taka 3 1v1 fights. Já. Í staðinn fyrir að taka 1 1v3. En... Já, það þarf að koma á white swing á bakvið. Fyrsti verður að taka white og hinn verður að treyta, sko. Það er bara þannig. Smá svona fundamentals. Kemur eitthvað spam hérna, ákveður eitthvað spam í gegnum Squeaky Vírus, búinn að opna eitthvað en Cherion finnur fleiri. Wumbo með 2. Not like this! Autoinn maður. Setja ykkur 12-10, við eigum hins vegar pening fyrir næstu, þú veist, ef við vinnum. Ef við vinnum. Já, en gæti verið verri staða fyrir okkur. 2 autosniperar núna. Þeir eru að sjá eitthvað, þeir eru að sjá hann að ganga upp fyrir sig. Ég meina, ef við reynum að taka eitthvað hratt inn í þessa 2 autosnipera og eitthvað svona kaos, þá held ég við séum bara að fara að tapa. Já, algjörlega. Autoinn er lítið á henni spilar og getur hann samt verið pirrandi, sko. Alveg bara allan daginn. Og í raun og veru bara erfitt að díla við það nema þú sért með vappa. Þú veist að farið í sömu línunar. Þáði þetta spray þarna, Relax bara tekur 2 en Pandas og Vargur svara, 3 á 3. Já, Júmsva fljótur aftur eins og var að setja þetta í yfirtölu. Hann er að íhuga að opna en nú er bara spurning. Maggi er mjög hrifinn að spila ískur, veit ég.
en hann býður yfirleitt eftir hljóði áður en hann opnaði hurðina. Já, Wumbo, hann búinn að fara af línunni. Þetta hefði verið doable, hefði fyrsta skotið ekki farið beint í heilan á hann. Já, og Varkurinn, hann sýnir hliðina á Cherion á hinn Ottoinn og þessi tveir Otto-snæperar ákveðin vanvirðingar sigur hér hjá Hollandi á móti Íslandi. Ég myndi segja að við vorum kannski ekki að mæta Hollandi að reyna eins mikið á sig og þeir gætu. Já, þetta var, ég veit ekki, við náttúrulega mistum að fyrstu 7 rándunum í rauninni og þannig að það sem við sáum frá íslenska liðinu var í rauninni gott að það voru bara góður ráns eftir að við komum inn. Ég veit ekki alveg hvað fór þarna úrskeiðis rétt í lokin. Þetta var einhvern veginn allir að spila út af fyrir sig, fannst mér. Hann dó einn á rampinu, hinn dó einn úti, hinn dó einn á gólfinu. Þetta var svolítið svona, svolítið default og þeir voru bara að tapa 1v1 alveg senstu 3 rándunum. Já, mér fannst þetta eiginlega, mér fannst ekkert breytast hvernig við vorum að spila, þannig séð við bara töpum allt inn í fætunum, skilur við. Já, það hætti allt inn að virka og Blikk líka, þú veist, var búin að vera að taka entryinn alltaf eiginlega 2-3 og leiður komið með 1 entry í núk. Þá eru rotationun ofta mjög erfið fyrir setjan og þá myndast þessar opnanir í vörninni sem þú vilt hafa og hínir leikmennirnir í liðinu ná að aðtapla sig miklu betur. Og oft fram að því að þetta fyrsta killi tekið þá er alveg erfitt að tekka, sko. Já, mér fannst vera ákveðin eðlismunur á þessum rándum sem við sáum undir lokin af þessum leik og því sem á undan kom. Mér fannst, það sem að Holland gerði er að mér fannst þeir bakka úr fyrstu stöðunum, þeir hægt að taka first contact, byrjuðu að taka second contact, við tókum lotu þar sem að við silentum 4 niður í secret og þeir gera bara vel, spotta, bakka, feika það hann sé að rótita út í gegnum gluggan, þá fáum við í rauninni bara, hvað við sagt, bara svona, þú veist, innbyrtinga leiksins mistök, skilur við, þú veist, þú ert bara að taka contact playið, þannig í lower, þú ert að fara að taka, þú veist, double, gæinn var að brjóta klukkan, þú ert ekkert eitthvað 100% vissum hann sé þarna og þá er tilhneigingin að bara, ok, ég sló okkar bara hotnið hérna, í staðinn fyrir að, þú veist, við opinberum það að við séum hérna niðri, skilur við, þeir vissi ekki að hann hafði séð á, þannig að það er alveg erfitt að ætla að kalla eitthvað, heyrðu, þú full white-swingar og við ætlum bara að láta vita á okkur hérna akkurat núna. Hann gæti alveg hafa verið að rótita út bara, þú veist, á timing og þú kannski heldur og sért með frábært timing. Þannig að þetta var bara vel spilað í Hollandi, öðruvísi ránd sem allt í einu spilast gegn okkur, við lendum á afturfætinum, svo bara hver getur búist við því að sjálf einhverjir Otto-snæperar í spilinu og svona. Síðan líka þetta, þú veist, þú veist að kalla fyrir lið og þú veist að eins og í þessum tilfelli hvort þeir hefði náð einhverjum 5 rándum í röð út á þessum ákveðnu playum sem voru ekki þessi default playum og þau eru að virka. Maður verður líka ofta átt að segja að þú ert að spila móti mjög góðum einstaklingum og ef þú gerir það sama of oft þeir munu þetta er það sem þeir eru að gera og bregðast við. Þess vegna oft þegar þú ert búin að skýla inn akkur þessi 5. rándi shake it up, fattur þau, breytti til ég veit að tilhneigingin vill oft vera bara höldu bara áfram að gera þetta er að virka skilur en gegn betri liðum þessi tilfelli fannst mér þetta ekki eins og verið betra lið en gegn góðum leikmönnum almennt þá getur oft ekki tekið sama approach aftur þú verður að keep it fresh, fattur að gera ykkur önnu play smókvegg, feika smókvegginn, fara niður á rampin aðeins að halda þeim á tánum skilur en í þessi tilfelli þá reyndur bara það sem var að virka og þeir bara reaktuðu í lokin og lokuðu á það. Já, en í það minnsta myndi ég segja mun jákvæðari leikur hér á móti Hollandi heldur en á móti Írlandi. Skilum hérna 10 lotum, töpum 13-10. Leikurinn á móti Írlandi fór 13-3 að mig minnir að 13-5. Þannig að, og Holland sterkara land, þannig að það eru teikn á lofti að landsliðið okkar sé að koma vel saman og við búumst við því að sjá ennþá sterkara lið hér í framtíðinni en við viljum ekki hafa þetta lengra héðan úr arena í dag. Það er aftur á morgun sem við ætlum að halda áfram að fylgjast með þessum vináttu landsleikjum og við sjáumst þá.